Sæl öll sömul. Það komið að þætti númer 6 hjá tveimur köllum og það nú bara meira en við áttum nokkuð tíma að vona á þegar við fórum að stað með þetta. Aha. Nei, ég segir svona með við hvað þú ert Hvað er ég að halda podcastinu í gangi. Herðu, ég er með hérna eina pælingu. Já. Af því að sko það hefur verið svona gegnumgangandi þema hjá okkur að tala þvottavélar og þvott. Já. Og það rifjaðist upp fyrir mér hérna saga sem að er eins og stórkostlegasta sem ég hef heyrt af því að hún er svo lýsandi. Ég vil nú kannski ekki fara að henda fólki undir rútuna þannig ég ætla ekki að nafngreina neitt en þetta var sem sagt þetta er fyrrverandi tengdaforeldrar mínir sem þetta fellar og þau sem sagt bjuggu saman og þetta er hvenær alltaf sé gerast við erum að tala bara örugglega 1980 eitthvað og hérna hún vann voða mikið heima og hérna hann vann voða mikið úti í svona iðnaðarmanna störfum. Já. Og hérna hún var orðin ansi þreytt á umgengninni heima. Það var alltaf hérna bara farið úr buxunum og þær eru bara látnar sita á gólfinu þangað til það allt í einu hurfu og svo kolli og hún fekk sko nóg en sagði ekki neitt og hún fekk nóg þegar að það voru hérna, hann setti sko síðar nærbuxur á borðstofuborðið og þær bara voru þar þannig að hún hérna fór í verkfall varandi það, ætlaði ekki að ganga frá þessum síðu nærbuxum sem að hann skildi eftir á borðstofuborðinu og svo liðu nokkrir dagar og svo sprakk hún og hérna hann sagði þessa línu þegar að hún sagði getur ekki einu sinni sko anskotast til þess að taka síðu nærbuxuna hennar af borðstofuborðinu þá sagði hann já þetta eru kannski mínar síðu nærbuxur en þetta er þinn þvottur. Hvernig vistu þetta? Vá. Og við þetta má bæta að þau eru skilin. Já, já. Mér finnst þetta svo mikil kjörnun á svona ýmsu sem að við erum að fjalla sko. Að fást við líka bara. Já. Þetta er rosalega lína. Já. Ha? Það minnir mér á þegar ég skildi ekki að hverju Hulda vildi að ég myndi líka taka frá tíma til þess að taka til heima þegar hún var í fæðingarorlofi. Já. Það múið bara frí heima. Ég meina, ertu ekki heima allan daginn? Akkur og ég eitthvað. Þú veist, og við erum alveg að tala þetta er bara kynslóð eftir kynslóð. Pæltíð, við erum handónittlið, sko. Þetta er hrikalegt, sko. En hérna, ég er með pælingu. Já. Af því að mitt verkefni í dag er eitthvað. Eitthvað, já. Og það er ekki flókið, það er bara eitthvað. Og ég er náttúrulega búinn að vera að vinna hörðum höndum að undirbúa þennan þátt. Ekki bara þessa pælingu mína að eitthvað dagsins, heldur líka það er komin stef. Það er komin sleði fyrir eitthvað dagsins. Nei. Við nefnilega hlustum á hlustendur okkar. Já, við hlustum á gagnrýnisraddir ef þær eru uppbyggilegar. Já. Og við fengum að heyra það væri nú alveg gaman ef að það væri ég man ekki hvað þetta heitir hljóð, svona inngangsstef eitthvað fyrir liðin eitthvað dagsins já ok þannig að ég fór bara og græjaði það já þannig að ég er að pæla að ég er ekki búin að heyra en finnst þetta bara hræðilegt það bara verður að breyta já ok þannig að það er bara sjáum bara herru sleðin inn í eitthvað dagsins já þá erum við komin í eitthvað dagsins hvernig var þetta? Þetta myndi mig á hérna, er þetta ekki hérna nýjasta tækni og vísindi?
Jú. Já, er það ekki? Nú lendu aftur í einhverju stefgjöldum. Já. Nei, þetta var- það herðu, heldur þú Sigurður Richter, brjálaður. heldur að hann sé bara að fara að mæta hérna, herðu eitthvað, hraðarpið 2 Það er kallar. einhverja bankar, sko. Hann er mættur. Herri, já. Ok, þetta var skemmtilegt. Ég fíla þetta stef, sko. Er það ekki? Ég þurfti svona smá, ég fekk svona nostalgíu, svona Já. kast. Já. Og ég þurfti aðeins að hugsa, hvað, Já. Því ég veist þetta, hvað er þetta? Þetta er, viltu heyra þetta aftur það? Já. Þetta er trillt stef, sko. En ég veit ekki hvort að þú áttir á því, sko, þetta er náttúrulega bara YouTube, sko. Ég bara, Já, já. ég bara stali þessu, sko. Nei, þú veist, ég veit ekki að lána minna. Og hérna þú mistir andlitið þarna. Herðu, hérna og kliftið þetta. Já. Og gerðir þetta að þínu? Já, Já. þú veist. Var þetta ekki flottum með Það þetta? voru rosalegir þættir. Herðu, Þetta voru sem sagt, þetta eru þeir þættir já, fyrir utan fréttir já. sem hafa verið lengst í gangi eða voru lengst í gangi. Er það? Já. Ég maður allan að þú veist, bara sem krakk, ég beið eftir nýjastu tækni og Já, vísindi þetta var geggjað, sko. og hérna, og mér fannst þetta svo geðveikt og það var alltaf að vera að sína frá hérna, líka pældu í glugganum, sko, glugganum sem að hérna, háskóladeildina sem var að búið til bílan og eitthvað. Já. Þrautabrautinnar hann. Já. Það eru trilltar, sko. Það var uppáhaldstæðni mín Já. í nýjast þennuvísindi. Já, Fylgjast með einhverjum lúðum já, að reyna að koma einhverjum bíl sem var búin til úr svona frostpinnaprikum já, ég bara yfir alls konar. vatn. Já, alls konar. Geðveikt sem var. Geðveikt sjónar, sko, og hérna, ég veit ekki, já, við ræðum það kannski síðar bara, Já. en við, Ég sé, sko, þú ert búin að breyta ykkur í stillingunum, þannig að ég sé ekki hvað við erum búin að vera lengi í loftinu. Þannig Nei. að þú verður bara að sjá um tíman í dag. ég er með tíman hérna rólegur, Já, ok. alveg rólegur, sko. Tæknimaður er með allt á hrein. Já. Herri, við erum sérst komin inn í liðin eitthvað dagsins. Já. Og ég er með það í dag og Við ég... hefum ekki fór stefið, þú varst að byrja á. Já. Ég ætla... Eitthvað Svo- dagsins. Já, það byrjaði aftur, já. Við látum það ekki byrja aftur og aftur. Fiffum þetta, Já. one take. Fiffum þetta ekkert eftir á, þetta er Nei, bara þú veist, svona verður one take næst, sko. Já, herru, eitthvað dagsins er í bóði mín og hérna ég er að hugsa, af því að ég er líka alltaf að hugsa, þú ert búin að setja línuna, þetta þarf að vera fact-based, þetta þarf að vera helst eitthvað svona vísindalegt, þetta þarf að helst að byggja á einhverjum rannsóknum, þú ert búin að leggja þá línu, Þannig að leið mér að giska, þú ætlar ekki að gera það. jú, Nú, ok, já, veist, fíla. ég tekna upp á það, en svo fer ég aðeins lengra og er svona, þannig að þetta verður svona að einni pælingu, Ok, eitthvað. til það. Af því að það er líka ákveðin vandi af því að nú er ég inn á ákveðinu sérsviði, þú veist, ég er rosalega upptekinn af kallmennsku hugmyndum og öllu þessu, en Já. ég er að reyna að vanda mig að fara ekki of mikið ángað Já. og þá bara finnst mér mjög margt ekkit mjög áhugavert eða skemmtilegt, sko, þannig að þetta verður pínur lungið. Herðu, eitthvað dagsins, það er samblandaðis öllu saman, það er að segja ég fór að skoða út frá þessari fulleringu sem að ég hef heyrt svo ógeðslega oft, er þetta ekki allt að koma, er þetta ekki að verða betra? Já, erum við ekki á réttir braut? Já, Já. eitthvað svona Ok. og hérna, og þetta getur við sagt, þetta mun leiða okkur inn í svona auka hægri pælingar menosphere dæmi og hérna unga stráka. Sko, ég leitaði og fann hérna breska rannsókn síðan 2022 minni mig, ég náttúrulega skrifa það ekki niður, ég glemdi eins og mislegt sem sagt, þar var spurt Bresk nýlega rannsókn. já, Ok. flott, takk og þar er ein spurningin hefur þú heyrt fjallað í fjölmiðlum eða bara eitthvað stað, bara hefur þú heyrt skaðlega kallmennsku eða feðraveldi og 16 til 24 ára bara það var hérna bara sá hópur
50-60% höfðu heyrt a lot or a little þessi hugtök semst á síðustu dögum eða vikum eða undanfarið samanborið við að hópurinn 55 ára plus einhvers 20% þeirra hafði heyrt þessi hugtök. Ok, þarna ætla ég að túlka þessi hugtök og þetta í Bretlandi þannig að hérna ég tel mig geta aðeins heimfært yfir okkar samfélag að þessi hugtök þau eru plássfrek í lífum ungs fólks meira heldur en eldra fólks allan út úr þess rannsókn. Ok, og svo voruð þið spurt hvort að hugtaki skaðleg karlmennska væri helpful í tengslu við jafnrétti milli karla og kvenna hvort það væri gagnlegt getur við sagt. Já. Og tæp 40% stráka telja það ógagnlegt á aldrinum 16-24 ára. Telja það ógagnlegt? Ógagnlegt. Okay. Borið saman við 50% stúlkna á sama aldri sem telja það gagnlegt. Já. Hins vegar sami hópur drengja líka jákvæðasti hópurinn semst kalla megin í öllum aldursflokkum gagnvart hugtakinu. Samt mesti kynjamunurinn. Já. Sem fast áhugavert. Já. Að það eru mestu andstæðunar í rauninni. Já, semst mesti munurinn en þú veist, þetta ekki alltaf að koma? Þeir eru jákvæðari heldur en eldri hópurinn, þú veist, ég held að vera 8% eða eitthvað kallaði 55 ára plus sem að töldu hérna þetta hugtak vera sko hjálplegt í tengslu jafnrétti. Finnst þetta svona leiðilegt? Það bara svona þungt loft í það. Má ekki gespa þess að Jú, það erfitt að hlusta og hugsa þú veist, í þessu rými ég sammálaði sko, ég nefnilega að byrja líka að gespa þegar ég að hlusta þig og nota heilan þú veist Við erum bara að leitast eftir súrefni sko. Ok, herðu já, hins vegar hérna, já, ok, jákvæðstur já, og neikvæðstu hópurinn gagnvart til dæmis hugtakinu skaðleg karlmennska hópurinn 30-39 ára kallar 50% þeirra telja að þetta hugtak vera ógagnlegt þannig að hérna, en konur í öllum aldursflokkum eru almennt jákvæðar gagnvart þessu kemur ekki á óvart þannig að hérna, já, svo voru fleiri breytur eitthvað svona hérna, hvort það vera erfiðar að vera kallega kona þú veist viðhorf til feminisma og svona alls konar sem að mjög áhugavert og svo náttúrulega hægt að túlka það svona allavega, mér langar að leiða yfir í einhverja svona, ef að segja staðreind eða veruleika sem bara við þekkjum og ég var sannlega svona á rannsóknar leiðangri þannig að ég held áfram þar en ég var að velta þið fyrir mér hvort við getum einhvern veginn þú veist tengt og skýrt Jordan Peterson æðið sem að bara hefur verið Andrew Tate æðið sem var og bara þetta almenna hvað maður að segja, almenna þorsta ungra drengja í svona gæja Já. Og samkvæmt rannsóknum þá var verið að skoða þetta þú veist, bara það var að skoða rannsóknir sem að leita eftir svörum þetta eru mjög mikið að skoða umfjöllun á Reddit og hérna og YouTube minnum mig og einhver svona YouTube kommentum þá eða? Já. Þannig að hérna, Reddit rosa svona mikill hérna gagna vettvangur fyrir svona rannsóknir svona orðræðu greiningar og eitthvað og þarna var ein rannsókn frá einhverjum sem að frekar nýleg og þú heldur orðum að gespa Ég held að myndir ekki sjá þennan að þú varst að horfa á Símon Nei, ég var markmaður sko, ég sé 180 gráður mann sjá, já, samkvæmt rannsóknum þá ungi strákar að leita að föðurýmynd sterkum leiðtoga svörum við sjálfsmyndar og tilvistarspurningum og réttlætingum fyrir andúsin og feminisma þetta svona það sem að ég túlka út frá því sem ég var að lesa þetta semst mín orð og rannsókn hafa sýnt að Jordan Peterson hefur tengsl þar að segja hans orðræða, málflutningur og svo framvegis hefur tengsl við þetta manosphere og öfgahægri
og talinn, þar að segja hans málflutningur talinn vera gateway í öfgafyllri hugmyndafræði. Það Já. Að ungir strákar finni tilgang og styrki hans orðræðu sem síðar leiðir þá í öfgafyllri hugmyndafræði, gerir þá í rauninni genkeypta fyrir þessari öfgafyllu hugmyndafræði. Þannig hann svona gateway-dröggið. Hann gateway-dröggið. Þessi svona skinnsami, föðulegi, rökfasti maður. Notar doktorstitilinn sinn. Já. Virðist vera mikið menntaður og að því hann mikið menntaður þá hefur hann hvað við segja, þá eitthvað að marka sem hann segir, en ef einhverjir aðrir sem eru ósamála eru líka menntaðir, þá eru þeir bara með eitthvað mentasnobb og þá þurfum við aðeins að fara að kíkja á hvort það sé eitthvað að marka þeirra mentun og akkur þeim finnst þið vera svona yfir almennt fólk hafið þessi baki. Já. Hörru, ég ætla að halda áfram. Ég held, sko, áður höldum áfram, held ég að við verðum kannski að gera tilraun til þess að skilgreina mjög stuttlega á íslensku þetta manusfér hugtak. Já. Hvað finnst þér? Veit fólk bara almennt hvað það er? Ég veit ekkert hvað það er nema bara lauslega, sko. Erst þú með á hreinu það? Nei, svo sem ekkert, ég er ekki tilbúin með einhverja skilgreiningu, orðabókarskilgreiningu, sko. En ég var að segja að þetta sé í stuttumáli svona, hvað segja, kannski þessi vaxandi nei, ef ekki bara taka þátt það seinna. Er það ekki bara gott eitthvað tímann? Jú, tökum það. Okay. En ég túlka þetta sem svona einhvers konar útgáfa af bara mjög svona karllægum stöðum á internetinu. Þú veist, það sem að einhvern veginn svona ákveðin grautur af orðræðu og hugmyndum og samfélagi sem að býr til stemningu sem síður góð. Já. Eða hvað? Tengist svolítið inn í einmitt Jordan Peterson, Andrew Tate feelingin, þetta tengist svolítið inn í incel heiminn, þetta tengist svolítið inn í öfgahægri risið, sko. Þetta er út allt, sko. Já. Ok. Ég byrja aðeins að tala þú veist, af hverju þetta svona og eitthvað, og strákum þystir í fyrirmynd, þeir telja, ég reynda að sagði ekki á en í rannsóknu kom fram að ungi strákar telja feminism að gera meira ógagn heldur en gagn í bresku rannsóknunni. Bara meiri hlutið þeirra, eða? Já, ég held að veri 40% eða eitthvað. Já, er það? Þannig að bara til þess að leggja teppið á borðið, að sko þá eru við... Leggja teppið á borðið? Nei, dúkinn. Okay. Þú veist, bara eitthvað, ég alveg að leggja bera fram krásirnar og nú ætlum ég að lýsa matselinum. Okay. Við erum með ákveðna aðstæður í gangi sem að þú veist, það sem að strákar eru leitandi, þeir eru óöryggir, þeir eru neikvæðir gagnvart feminisma og jafnréttismálum, þeir til að hugtökin sem að eru svona allt í kringum þá og þeir verða varir við ekki hjálpleg og eitthvað svona. Ok, og þeir eru þá farin að halla sér upp að einhverjum svona réttum sem að teljast til öfgahægri, manosphere þetta dæmi. Ok, og hvað er að því? Og skoðum það bara aðeins. Þarna erum við að tala um kvenfyrirlitningu. Ok, hvað er kvenfyrirlitning? Ég meina, það er ekki bara eitthvað woke hugtak, en kvenfyrirlitning við nærum þessa, þar að segja þessi viðþorf næra kvenfyrirlitningu þar að segja þegar konur eru óvinnur, þegar konur til dæmis þessi orður að konur alltaf taka allt yfir, helvitis feministarnir sem oft tengt við konur, þetta næri kvenfyrirlitningu, aukna andúð á konum og bara jafnrétti yfir höfuð sem að eykur hættu á ofbeldi gegn konum. Ok, þetta er staðan. Þetta kyndur undir annari fyrirlitningu, til dæmis á tilteknum jaðarsettum hópum samfélagsins, trans, innflytjendum og svo framvegis. Þannig að þessi hugmyndafræði, öfgahægri, manosphere, allt þetta, þú veist, kryddar undir það, svona, grillið fer á full blast undir þetta. Íhald samar hugmyndir kynhlutverk, menna, það er hluti af svona hægri orðræðunni og sumt hægra fólk svolítið aftur hvarf einhver nostalgía að þetta hafi verið betra áður. Akkurat, karlar að stjórna, konur að hlýða, elda, sjá börnin, karlar að vera fyrirvinnan, allt þetta. Ok, og svo náttúrulega andúð á jafnrétti og fjölbreytileika.
og ég meina hvað er svona slæmt við það? Ég meina, er það ekki bara er eitthvað að því? Ég meina, sumt fólk er bara hægri sinna og ekki bara tjáningafrelsi og hérna, hvað eru við eitthvað að vókast yfir okkur með þetta? Ég ætla að halda áfram með þetta segjum sem svo að þetta bara við þróum þetta áfram inselið, öfgahægrið viðþorfin, Jordan Peterson fær bara farin í alla grunnskóla og bara eitthvað maður tekna hérna upp sterkum litum þannig að þá eru við í rauninu búin að normalisera kvenfyrirlitningu, ég ætla að halda áfram með þetta sem sagt hann hafi normaliserum kvenfyrirlitningu hún er bara, þú veist, konur eru bara verri en kallar og þær eru bara veikara kynið og þær eru bara betur til þess fallan að vera heima á sér eitthvað svona, ok aflingin þessu er aukin tíðni ofbeldis gegn konum rannsóknir segja okkur það aukin útbreiðsla afturhalds hugmynda kynhlutverk þýðir aflingin af því er afturför í mannréttindum þar að segja skert frelsi þannig að við munum sjá ef þessar hugmyndir fara áfram þá sjáum við að mannréttin, það verður bara grafið undan þeim ok, rannsóknum hafa sýnt okkur þetta við höfum lært þetta af svona sögunni og rannsóknum ef feminismin er dæmdur, ég var að finna eitthvað hugtak eða orð yfir já svona blamed for eða eitthvað sem orsök vanda kallmanna sem að er svolítið svona lingóið þarna helvits feministarnir, vókistarnir þá munu karlar festast í þeim vandamálum sem að þeir eru reiðir að grafa mér yfir þetta segja okkur líka rannsóknir þar að segja að þeir munu ekki fá raunverulega lausn á til dæmis félagslegri einangrun atvinnuleysi, andlegum veikindum og bara sínum tilfinningalegu vanda ef að feminismin verður viðtekin rót þeirra vanda af því að hann er ekki vandamálið þeirra eins og Jordan Peterson eins og í rauninni hægri lingóið er að teikna upp óvinnin, það verður alltaf að vera einhver óvinnur þannig að þetta er eins og ég hefur reyndar mjög lengi sagt þetta er náttúrulega bara að míga í skóin sinn önnur afleiðing er klofið samfélag þar sem að jafnrétti og fjölbreytileiki er talið hættulegt og afleiðingin af því er þá vantrú á stofnanir og minnka traust á stoðir samfélagsins ríkistofnanir opinbera aðila og svo framvegis sem að vera taldir vera handbendi einhvers hugmyndafræðis þegar ég var að skoða þetta þá var ég bara eitthvað shit þetta er bara núna ég var að lesa þetta er rannsóknum síðan, þú veist, fyrir nokkrum árum sko þetta er veruleiki sem sé að raungerast ekkit aðra þetta hefur raungerst og þegar ég var að lesa þetta í rannsóknum fyrir, þú veist, 2019 2018, þetta er náttúrulega nokkra rannsóknir bara holy fucking shit sko bíp bípum þetta og hérna og þá er ég bara að velta fyrir ok, og hver er þá þú veist, hvað næst já, og hver er þá lausnin af því að þú veist, ég hugsa bara alltaf við erum bara reyðari og bara aggressívar og berjast eða eitthvað svona en sko rót vandans, þú veist, ef við förum bara aftur þangað, af því að oftur erum að tala þetta manosphere og hérna og eitthvað köld af einhverjum hættulegum gaurum og eitthvað svona, einhverju eitra kallmennsku þá förum við oft til incel þú veist, 2010-ish og upp úr einhver svona hópur af fullkomna jaðsettum gaurum sem að eru entitled út frá feðraveldskallmennskunni sinni og koma saman í einhvers konar online samfélögum og hafa áhrif þaðan já. Að, þú veist, og það er talað að þetta hafi lekið inn í mainströmmin gegnum Jordan Peterson og Andrew Tate og eitthvað svona en auðvitað hvað ég segja hafa allir þessir sjómlar þessir, ég var að segja, hægri sinnuðu sjómlar eitthvað til síns máls og það eru þetta þessi upplifun kalla og drengja að þeir séu einskisverði, að þeir séu útskúfaðir, að þeir séu undir hælnum á einhverjum svo upplifun er auðvitað staðreind og það er sko
og aftur, mér líkar það ekki. Nei. Tvíbókun? Oh my god. Hvernig ert þú að byrja? Núna? Herðu, getur þú gefa okkur 10? Já, Ok. Var ég eitthvað í ruglingu? Ég veit það ekki, kíkjum á það eftir. Ok. Herðu, það er hérna næsti að koma hérna inn í stúdíói. Þetta var eitthvað. Þetta var eitthvað. Hérna, já, það er þessi upplifun sko með Þorstan Já. sem að þarf að svara. Já. Og ég held að það sé hægt að svara þessu. Já. En ég er ekki með lausnina og þá er eins og ræðum sem sína lausnin er klálega ekki að fara að væla sko og hérna yfir strákunum okkar, fattaru? Greiði strákarnir að það er þessi ímyndaða óvinur. Já. Þannig að, en ég er ekki með lausnina samt sko. Nei, ekki ég heldur en mig grunar samt sko að svona þessi skotgrafa hernaður sem hefur verið í gangi, mig grunar að hann muni ekki leiða málið til lykta. Ég held að þurfi að eiga sér stað einhvers konar eðlilegra samtal, einhvers konar vitræn skoðanaskipti. Ég held að við þurfum að líta til rannsókna, ég held að við þurfum að líta til sérfræðinga. Okay, sko, og það má ekki tala niður hérna sérfræðinga eða hérna fólk sem er með eitthvað X-mentun bara af því að þeir eru ósamála eða birta gögn sem að samræmast ekki hugmyndum manns sjálfs. Og ég held að þetta gangi á báða bóga, ekki bara það sem hentar okkur. Og það er svona það sem að ég er mest búin að vera að pæla í svona undanfarin misseri sko. En núna til dæmis allavega út frá öllu sem að ég veit þá eru rannsóknir að segja okkur til þess að vinna í jafnrétti og standa vörðum mannréttindi þá þau, þú veist, við þurfum löggjafa sem að stendur vörðum þetta við þurfum menntakerfi þarf að mennta okkur í þessum málefnum, þú veist, dreifa réttum upplýsingum, við þurfum að þjálfa upp gagnrýna hugsun, þú veist, í rauninni allt sem að við erum að gera mjög mörgu leyti á Íslandi en fólk eins og ég og kannski við erum gagnrýnin á það æskilur, þannig að stundum ættum við til þess að ef við viljum í alvörinni jafnrétti og mannréttindi og allt þetta stundum þarf bara að segja, herru hérna, einhverju dúttar á hérna að mótmála á einhverjum grunni upplýsingu óreiðu og ótta og fordóma stundum það bara að segja, herru sestu niður bara stundum held ég samt að sestu bara niður og þegju og hlustaðu nú skilur það þarf ekki að taka samtalið við svona nei, ekki við þá sko eða á þessum forsendum en það sem að þú ert að vísa til held ég að hafi svolítið afgreitt sig sjálft þegar að fólk fær plattform til þess að segja það sem þið finnst og þeim finnst þetta og þau segja að framsetningin er þessi og hérna upplýsingarna sem búa baki því sem þau segja eru þessar þá er flest allt hugsandi fólk og fólk sem hefur einhvern vott af gaggríninni hugsun það horfir bara á það og það hugsa bara þessi er nú eitthvað búin að villast að leið og já, en við erum samt einhver lítill kjáni en við erum samt að tala við erum náttúrulega bara hjarðdýr en auðvitað er það hættulegt, ég er alls ekki að gera lítið úr því og hérna ég er alveg sammála í sko ég er alveg sammála á sussinu sko en já, kannski akkurat með þetta dæmi er það svolítið öðruvísi en ég er líka að koma út úr sko því að vera búin að vera alltaf að öskra á þetta fólk sko já. Og hérna ég er líka í þessum vangaveltum sem ég kom aðeins inn á áðan með bara þú veist hver er rétta leiðin til þess að eða kannski ekki rétta leiðin, hvaða leiðir er hægt að fara til þess að reyna að ná einhvern veginn betra samtali og ég ætla að koma nánar inn á það í
næsta lið sko. Nú, ef við komumst í þann lið út af einhverju tíbókunum og einhverju reysinni, hvað er að gera? Ef að kötta núna og finna þú hvað út úr þessu? herru, það er Ef spurning við hvort stóðum að áfram? það er spurning hvort við tökum smá pásu Já, og en þú veist, eitthvað dagsins við erum farnið þaðan já. hvernig fannst þér svona þessar pælingar mínar? Ég bara hrifna þessu sko. Var þetta eitthvað? Já, þetta var eitthvað og af því að ég held sko við þurfum ekkert að vera með lausnina sko. Nei. Það er mjög mikilvægt og við erum bara tveir kallar og við erum bara að hugsa og pæla. Já, Það er ekkert okkar ábyrgð að segja hvað er best að gera. nei. En við erum auðvitað að hugsa um það hverjum einasta degi, bara hvað er best að gera, hvernig er hægt að bæta þennan rosalega furðulega heim sem við erum búin að búa til í kringum okkur. Já, Og hvernig er hægt að ná til fólks sem að er á bara hættulegri braut. Bara, þú veist, þetta endar ekki vel og þetta er að gerast mjög hratt. Þú ert að vísa til láðan, þú ert að lesa mjög nýlega rannsóknir sem er svona að segja þetta getur gerst og þetta getur gerst og það er búið að gerast. Rannsóknir er bara volk ennþá. Já. Og yfirleitt er þetta ekki svona, þú veist, bara, já, yfirleitt er þróunin á áratugum Já. og við getum hugsað svona eins og með ósonlægið eða eitthvað svona, já, þetta gerist eftir 1000 ára eða eitthvað svona, nei, þetta er búið að gerast og við erum alltaf búin að kynnast þessari rannsókn, sko. Þetta er galið, en þetta er veruleikinn, en það sem að hræðir mig og við varum svona að tala óbeint um það og þó við séum ekki almennt að tala um current pólitíska viðburði en þú veist, það er svolítið áberandi mótmæli sem voru daginn þar sem fólk var mikið með íslensku fánana og hrópandi áfram Ísland og viðtöl tekin við einstaklinga sem að svo bara okkur landslýsleik viðtöl tekin við einstaklinga sem að einhvern veginn hafa ímugust á útlendingum og ákveðnum útlendingum já, á þess að fara neitt onni það sko en staðrindin er hins vegar svo að þarna voru nokkur 100 einstaklingar og þar á meðal ég veit ekki hvort þeir séu málsmetandi enn þann dag í dag en ég meina til dæmis bara einhver svona nettur tónlistamæður skilurðu og þetta hefði ekki gerst fyrir 2 árum. Nei. Þetta hefði aldrei gerst. Það hefði 10-15 einhverju svona algjöru klikkusar mætt fyrir 2 árum síðan segir. Og það var þannig bara þú veist þegar að Norðurvíi stóð fyrir einhverjum viðburði. Akkurat. Það kom einhverju 12 lúðar og búið sko. Já, og einhverju aðeim voru með þess að bara, þú veist, ferðastinga sko. Þannig að Íslendingar eru núna bara tilbúnir til þess að segja hinga ekki lengra, helvítis útlendingar og eitthvað svona. Og þetta er algjör rökleis og reyndar DFF af öllum miðlum stóð sér vel í að gaggrina. Já, það kom alveg gaggrinni pís sko, það var alveg vel gert þegar ég eiga það. Herru, en þetta var eitthvað dagsins og næst fáum við eitthvað allt annað podcast sem að tala bara hérna Ég fáði ekkert að heyra það sko en við ætlum að fara í trúnu þetta smá. Við ætlum að fara í trúnu. Já, bara smá kaffi fyrst. Já. Hvað séru? Þú getum við byrjað aftur Þorsteinn. Eftir löflétta matarpásu. Já, þetta var óvænt. Óvænt pása? Já. Hún var bara vel þegin. Ég var bara alveg til í þetta. Já. Bara létta truflun. Svona er nú tæknin ótrúleg. Já. Það er bara eins og ekkert af í skorist frá hlustendum séð. Nei. En hér eru við. 1,5 tíma seinna. Já. Þetta er ótrúlegt. Við lofuðum trúnó. Beint í trúnó. Og ég lofaði þér hljóðheim. Já. Þannig að við skulum bara fara í smá göngutúr. Skulum taka hérna smá göngutúr. Það er enginn að hlusta á okkur hérna úti sko. Við erum að rölda á róló. Já. Hér eru bara krakkar að leika sér og boltaleik og ok. Sko við erum bara, þú veist, það er sól úti og það er bara fínt veður. Já. Sko það sem að mig langaði að fara aðeins út í þetta er eiginlega svona revisit. Við erum að koma aftur að einu sem að kom fyrir löpum aðeins hérna frá krökkunum í fyrsta þætti. Nú? Já. Því í fyrsta þætti
þá Djöfull djöfull lætir í- háa þeir Já. þessum krökkum minna Það er færim okkur bara þess að setjast á okkur bekk að hérna sko í fyrsta þætti þá varum við yfirlýsingu Já með yfirlýsingu, þú mást þetta mm að hérna ég var hættur að rífa kjaft á internetinu Já, hættur að gefa tröllanum að borða já, og mér langaði svona aðeins að lítið fyrir farin veg já, gaman þegar núna eru komnar sko 6 vikur Já, síðan já rúmar mm og þetta hefur verið þægilegra líf En hefurðu breytt einhverju? Þú veist, einhver öðru já Eða ertu bara að sjá þetta á trillist? nei, ég er ekkert að sjá þetta sko. Nei, það er eiginlega frekar þannig Já, ég hef aldrei verið sko að skoða kommentakerfin nei, en það er eiginlega bara því að ég veit ekki alveg af hverju en þau kom ekki, þau hlaðast ekki inn í tölunum minni nei ég man ekki hvort ég sé með eitthvað plugin eða hvort þetta sé bara eitthvað galli í vafranum mínum eða eitthvað, en ég hef ekki verið þar en maður sér alltaf eitthvað á Facebook ég minna þar en ég var Þannig að sem er kannski bara því ég hef haft mikið annað að gera sko. Þannig að þú varst típan sem sást bara eitthvað svona í fítunuðinu randomli og þú fórst bara stakst þér í djúbulögina já það er þetta gamla góða bara nei, heyrðu góði þetta er nú ekki í lagi hjá þér sko. Svolítið eins og kallar gera nema þú varst með svona öllu þú varst að beita því sem að kannski kallast gaggraða já, mögulega en ég hef myndi vera að hugsa svolítið um þetta sko Já, að sko ef núna er byrja ég að gespa já, típist sko, Nei. þessi kallar Erfitt að hlusta sko já hvar var ég? Já, Já, ég var að spá þessu sko, Já. að þegar ég hætti þessu að því að nú er ég ekki að segja að þetta hafi verið hvað við segja lykilvopnið í baráttunni það var ekki haukur að úða einhverju yfir einhverja misvitra menn á internetinu sko en núna er það allavega ekki og þá hef ég svona verið aðeins að velta fyrir mér, þú veist, er ég þá er þá ekkert gagn í mér lengur sko svona svolítið súpæling sem ég er með Já, og ég hef verið að hugsa um þetta sko hvort að sé þá ekki eitthvað annað sem ég get gert og þegar þú nefndir þetta hugtak gagnræða sem ég hef nú á tilfinningunni að við munum kannski fjalla um betur seinna jú út af svollu Já, vorum að skrá okkur á námskeið við skráðum okkur ánefnilega námskeið við fengum áskorun Já, bara vilja 2 kallar ekki kannski bara skrá sig á námskeið um gagnræðu og við náttúrulega sko við skorumst ekki undan nei það verður seint sagt um okkur Enda kallar já og við skráðum okkur á það og eigum eftir að vera sprenglarir Já. um gagnræðu Já, vita allt og Fljótlega. örgulega miklu meira og betra heldur en sko svo sem að verður með þetta já, ég held að sé líka bara eitthvað kona Já, með þetta sko já og fljótur að peka upp svona hluti sko við getum sagt þetta á miklu skynsamlegri hátt Já, við munum bara kannski gera það bara hér já, Mm. einmitt nei, þetta er nú sprell en ég held að sé kannski bara ég held að ég sé hægt og sígandi og þurfi að vinnið áfram að sko ræða málina meiri yfirvegun og þetta sem ég hef svolítið var að koma inn á bara áðan sko. Það er bara þetta, þú veist, við þurfum meira samtal, það þarf að vera hægt að ræða málin við græðum held ég óskaplega lítið á því að vera að kasta einhverjum fúkirðum og uppnefnum á milli tveggja stríðandi fylkinga og ég held líka og mér finnst það hafa verið, mér finnst svona botnin kannski aðeins að detta úr þessu hjá okkar kollegum og sjómlum og
nafnlausum internethetjum og hérna sem hafa rosa sterkar skoðanir en vilja ekki láta bendla nafn sitt eða sig sjálfa við þær sko að hérna finnst þetta einhvern veginn vera orðið svolítið svona bitlausara og fólk bara orðið þreytt á þessu og þú veist, það nennir ekki þú veist, Twitter undirlaður sko af þessu og þá fór fólk bara, það fór bara annað og það bara, því líður bara vel það sem að þið getur hérna rætt málin á öðrum nótum sko en á móti kemur þá hljótu við að þurfa að passa okkur einmitt að það sé einhvers konar mótvægi í umræðinni einhvers konar hérna gagnrýni og hérna og það má ekki láta sko það má ekki láta hatursorðræðu grassera án þess að fólk segi eitthvað. Nei. En ég held að lang flestir vilja ekki blanda sér í umræður við menn sem að hefur sýnt sér svona að eru stundum, þessast sumir, eru bara hættulegir. Það er okkur eðlislegt að hugsa fyrst og fremst öryggi okkar og fjölskyldu. Já. Öryggi fjölskyldunar. En hérna ég held að ég þurfi svolítið að halda áfram að pæla í sko bara, veist, og fylgjast með þessari þróun. Já. Og líka bara þessari þróun sem þú varst að tala um aðeins áðan sem að veist, við erum komin á staðin sem að var verið að spá fyrir að við getum verið á fyrir 3 árum sko. Já, sko ég gríp alltaf í þetta sko þegar fólk er að pæla virkar þetta, skiptir þetta máli eitthvað svona þegar Þorgeir Einarsdóttir sagði sko og það tengdist umræðum eitthvað svona ungar athafnakonur eitthvað svona íventa og svona sem að er oft gagnrýnt, eitthvað svona hvítan forréttindafeminisma, kapitaliskan forréttindafeminisma eitthvað og ég var eitthvað að ræða við hana þetta að því að hún var semst að taka þátt í einhverju rannsókn með einhverju svoleiðis og ég eitthvað svona, já, áhugavert ég held að þú myndir nú ekkert fara inn í þannig eitthvað og hún eitthvað, jú, ég hérna bara þú veist, allt skiptir máli þú veist, þessi barátta sem að þær eiga, hún skiptir máli já. En það skiptir allt máli allt sem að í rauninni vinnur gegn feðraveldinu misrétti, kvenfyrirlitningu, allt þetta það skiptir allt máli en það er ekkert eitt sem skiptir þú veist, bara máli nei og það er svona sko já, ég held í það að bara það er bara allt frábært sem að hefur þetta markmið en það sem að mér finnst sko slæmt og ég er ekki að segja að sé þú veist, slæmt að þú sért að huga að eigin geðheilsu og öryggi fjölskyldunar og sért ekki að henda þær í einhverja pitti sko það sem að ég hef alltaf sagt og fundist vera slæmt er í rauninni þögn ef að segja hugsandi meirihlutans okay. og ég sko hef alltaf pirrað mig yfir því að sko að hvað þögnin er oft ærandi já. Og afstöðuleysið eða hlutleysið að því að fólk vill einhvern veginn ekki einmitt óhreinka sig eða fara inn í umræði sem það kannski er ekki nógu vel hérna að sér í eitthvað svona að þú veist, það má ekki gerast og það er það sem ég hef áhyggjur af því að þú sagðir sko það botnin hefur aðeins dottið úr þessu hjá okkar kollegum og þá hugsaði ég strax sko en er það mögulega og þegar þú ert að vísa til botnin hefur dottið úr þessu þá ert þú kannski að tala um þessa orðræðu já, svona vindurinn er aðeins komin úr þessu fyrst mér en það getur líka verið af því að ég er miklu minna að skoða já, sko en ég held að það geti verið alveg, komur að segja, rétt sko upplifun eins og upplifun geti verið rétt og röng en af því að sko vindáttin er kannski, það er kannski komið logn í þessu og þá er ég að tala um á samfélagsmiðlum og þess er að blammera eitthvað og allt verið brjálað vegna þess að undir alda haturs og fordóma og bakslæðið
það er orðið svo heavy Já. að það þarf ekki lengur, þar að segja að okkar kollegar þurfi ekki lengur að vera eitthvað Blása í seglin. já, að því að aldan er bara og það sem að ég held að muni gerast sko fyrr en seinna og ég held að gerist fyrr en ég held að það myndi gerast þar að segja ég held að mesti viðbjóðurinn myndi gerast svona hvað er nú, 25, já, eftir svona 2-3 ár mögulega er hann bara næstu því búin að gerast mesti viðbjóðurinn og við erum að fara að sjá eitthvað nýtt gerast bara allar næstu jafnvel mánuðum einhverja nýja byltingu glópalt eitthvað svona á MeToo skala Já, heldur það? Já, ég held að styttist mjög mikið, ég veit ekkert hvað það er Nei. en það verður eitthvað sem að mun aftur snúa þessu brjála bakslæði sem að hefur verið í allt of langan tíma en samt gerst á allt of hröðum eða skömmum tíma Já, ég held að sé lengri í það en ég er kannski bara almennt svolítið svartsýnni en þú sko Neikvæður en ég? Já, ég er reynda mjög neikvæð maður en ég einhvern veginn trúi þessu Já, ég til í það sko Já, eitthvað meira svona trún á Það er bara aðalega það var þetta sko þú veist ég saknaði þess ekki neitt að standa í þessu þetta var orðin þetta var fyrir löngu orðið bara leiðilegur hluti af mínu lífi sko ég er með smá samviskubit yfir því að mér finnist ég þá ekki vera að gera neitt annað en á móti kemur þá held ég að það sem ég var að gera hafi kannski ekkert verið að skila neitt miklu af því að bara eins og við erum alltaf að tala sko í hérna já, við og fólki kringum okkur að sko þú breytir sennilega ekki fólkinu sem þú ert að þvaðra við í einhverju rifrildi á netinu með rökum eða hérna með að vísa í rannsóknir eða whatever en ef þú kemur settlega fram og segja það sem þú vilt segja og hérna bendir einmitt á hérna gögn og annað sem að þú veist gengur í berhöggu við það sem að hinn er að halda fram þá eru allir sem er að lesa þeir fá mótvægi í umræðina þeir fá tækifæri til þess að gera upp hugsun, til þess að hugsa gagnrýni, til þess að skoða málin við geta jafnvel farið með þetta lengra og skoða tölur eða rannsóknir sem hefur verið að benda á af því að sko það er svo hættulegt ef að önnur fylkingin fær að úða sínum máli fram að það verði normalisering á hatri og ég held að við séum hættulega nálægt því ef ekki bara þar Já, við erum að hatur gagnvart ýmsum þjóðfélagshópum algjörlega minnihlutahópum er normalt Já, og bara við sjáum það að það hefur gerst á ógnarhraða hversu normalisir þetta er já, en ég held að já, þessi umræða verður svo sem endalaus en ég er að pæla að leyfa þér að heyra, ég er að pæla að frumflytja fyrir þig sko, hvað kallar maður? Intro? Annað stef okay. Fyrir þetta sem er að fara að eiga sér stað Já, og fyrir þau sem eru nýja viðtækjanum þau kannast aðeins við þetta hljóð hef ég heyrt sko. Þau vita að þegar það heyrist í pókanum þá erum við að fara að draga Já, hvað er að fara að eiga sér stað? Þú kannski árunar hljóðheimurinn eða stefið kemur Já, það sem er að fara að eiga sér stað er að við erum að fara að draga hérna úr krumpuðum miðum í plastpoka og þetta á hverju miða er einhvers konar fyrirspurn, þraut eða umræðefni frá hlustendum sem við ætlum að taka fyrir á 5 mínútum Já, fáum einungis 5 mínútur Einungis 5 mínútur og ekki sekundum meir Ekki sekundum meir Herðu, þá er bara komið að hlustanda vikunar Já. og við kveikjum á stefinu Þekkir þetta? Er þetta Survivor? Við erum á leiðinni á svona tribal thing Við erum að fara að takast á
Þetta er allt stefið. Þetta eru 4 mínútur. Þetta er geðveik. Þetta rúlla bara. Þetta er bara, það er gert nýtt svona í hver einstu seríu, eða samt eða ekki? Nei, ekki fyrir Jú, eða ekki. ekki fyrir þingið. Það held ég. Ég held sé alltaf nýtt. Aha. Já, en þetta er samt svona, ég fattaði strax að þetta er svona Survivor hljóðheimurinn, sko. Já. Ok, geggja. Ef við að draga? Já, drömm. Ætlar þú að draga það? Hækkum aðeins. Hann er að draga. Tribal Council. Það hefur ekki komið fram hér. Við erum báðir Survivor aðdándir. Það er kannski eitt af því fáa sem við hefum sameiginlega. Já, ég er enda komið mjög eftir á núna. Nú. Já, við erum ekki tala um Survivor, sko. Ég er að reyna að vinna þetta upp. Ég var að flytja, mástu. Já. Já. Herðu, ég les. Hafið þið hrútskýrt hverri þeirra, sérst, hrútskýringunni, sjáuð þið mest eftir og hver var hrútskýringin? Og það er hann Jökull Tandri sem að sendi þetta finnst mér mjög erfitt og allt svona sem að Æ, við erum að slökka á þessu. allt svona sem að eins og kom fyrir, segðu þið eitthvað hérna með hann, ég er að ná í headphone eitthvað eins og Já. allt svo leis bara eitthvað, svara þessu bara núna, ég er ekkert alltaf með það, sko. Nei, ég er með þetta bara kviknaði strax. Ok, er þetta tíma? Ég glemdi reyndar að finna hann. Tíminn er komin í gang. Þú voru að hafa þetta nákvæmt, sko. Ég er með hann, ég er að horfa á hana. Nei, Jú. Haukur. Við erum á 18:06. Eða, já. Hvernig er það búin? Þú ert að eyða tíma, sko. Hvernig er það búin? Ha? Hvernig er það búin? 23:06. Herðu, ég hef sko hrútskýrt ekki samt beint og ekki meðvitað, heldur ég hef átt samtal. Þetta eru kannski cirka 9 ár síðan. Það sem að ég er í samtali við konu ok, ég skal bara segja þetta svona sem eins og þetta er. Þú veist, ég var að tala eitthvað svona verkalýsmál og vinnumarkað og eitthvað og þetta tengdist einhverju svona kostningabaráttu og eitthvað og þarna er einhver kona og hún er svona, ég man ekki af hverju en ég einhvern veginn fer að útskýra fyrir henni eitthvað, því ég hafði semst verið í stjórn starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Ég var að vinna sem fórstuðumæður að deildastöri yfir félagsmyndstöðum og svo var ég svona í bara stjórn starfsmannafélagsins. Ég vissi ekkert starfsemi stéttarfélaga, ég hafði bara svona heyrt aðeins og þú veist, jú, verið með einhverjum kjarasamningar nefndum, en þú veist, ég þekkti þetta ekkert af einhverjum þunga en talaði samt þannig við þessa konu og hún semst, við erum saman bara og erum bara svona að spjalla og eigum að eitthvað stutt, svona small talk eitthvað, ég man ekki hvað ég segi en ég fatt þetta semst eftir á, ég talaði með dálítið svona yfirlætisfullum hætti og svona af óþægilega miklu sjálfsöryggi á þess að eiga fyrir því innistæðu og þú veist hvort ég var bara eitthvað að sanna mig eða sína mig eða bara spila með einhvern veginn, ég veit ekki og ég er eitthvað svona blara og svo segir hún á móti eitthvað svona og talar eitthvað miklu flóknari hlut og ég eitthvað svona og þetta eru eitthvað voðalega veit hún mikið af þetta og og er eitthvað svona að tala og ég eitthvað svona, já, ymmit og er svona pílu lítið lífið eitthvað já, og svo segir hún, já, ég er náttúrulega búin að vera ég man ekki hvað hann sagði, framkvæmdastjóri starfsgreinasambandsins eða eitthvað og þessi kona var sem sagt forseti ASÍ síðan stuttu seinna já Þú geta kennt henni eitthvað þessi mál já, þetta er svona bara moment. Ég hef aldrei rætt þetta við, þetta er svona Drífa Snædal núverandi talskona Stígamóta en ég hef aldrei rætt þetta við hana en bara þegar þú last þetta þá bara kom þetta moment og ég fekk svona bara þetta er svo óþægilegt sko. En þið hefur talað saman eftir á? Já, við höfum talað saman eftir á en ekki ekki þetta Nei, ekki þessa. Þú náttúrulega vonar, og kannski fram að þessu að hún bara haldi þetta hafi verið einhver annar? Nei, veistu það, ég er bara frjáls fyrir þessu ég, þú veist, ég er bara kall, skilur Já, og ég held að flestir hafi
lent í einhverju svona, kannski ekki svona rosalegu reyndar, en einhverju svona, þú veist, maður þykist vera með allt á hreinu og maður að útskýra og hérna, segja hvernig þetta í alvörunni, sko, og svo svona átta maður sig á því bara, heyrðu þessi kona hún veit bara miklu meira þetta en ég. Þetta er hrikalegt, sko. Já, það er náttúrulega sérstaklega vont, þú veist, verandi einhvern veginn feminískur og svona, þetta hafi verið kona. Já. Af því að, þetta gæti maður lendi í þessu við kall, en þetta er mín reynsla, sko. Já. Þú átt ekki eitthvað svona fresh? Ef hlustundur þekkja ekki hugtæki, þá er þetta svona mansplaining, það er kallar fara að útskýra eitthvað fyrir konum bara af því að þeir eru kallar og gera ráð fyrir að konur viti ekki nú. Ég sko, við höfum alla tíma til að fara í eitthvað en ég held að ég hefði bara það sem ég sé mest eftir, það er hérna hverju sjáu þið mest eftir, ég get ekki nefnt dæmi en ég sé eiginlega mest eftir samt sko og það hefur komið fyrir þegar ég hef verið að útskýra eitthvað sko, að kenna konunni minni eitthvað. Já. Eins og fíbl sko, vitandi það og samt ekki vitandi það að hún veit þetta miklu betur en ég sko. Eitthvað svona, bara jafnvel eitthvað sem er meira í hennar sérsvið en mínu sko. Já, það er rosa vandræðalegt og þú veist, maður er bara svo mikið fíbl stundum. En það er tími. Það er tími? Já, þetta var svona. Hérna, hvað gerum við aftur eftir Trúnó? Ég er búin að gleyma því. Eftir Trúnó? Já. Þá þátturinn búinn. Þá kemur TikTok og við förum. Bara þessi strax? Þessi þáttur er búin að vera í mólum hjá okkur. Já, þetta er svo. Við erum trublaðir hérna. Það var að koma gott á. Já, það er bara að sofa.